Ég ætlaði svona bara að segja ykkur frá þeim þáttum sem að sveitarfélagið að vinna í. Það er náttúrulega svo rosalega margir þættir sem tengja saman sveitarfélagið og svo ferðaþjónustuna og svo íbúana líka. Þannig að þetta samtvinnast svolítið. Í fyrsta lagi þá erum við að taka upp nýtt kerfi varðandi sorpið. Við erum að fara í flokkunarsorpið. Það er búið að gera samning um það. Við vildum, þegar við tókum við, þá vildum við að það gerist hratt og örugglega, en þeir sem hafa nú verið í stjórnsýslunni, þeir vita nú að hlutinni gerast nú ekki alveg satt þar eins og í einkafransanum. Og markmiðið var að koma flokkunina á núna fyrir þetta sumar, en það innleiðingin er hafin og flokkunin, tunnur og annað á að vera komið svona í byrjun næsta sumars. Eitt sem er að gerast tengt í og stýrir svolítið tímafaktornum. Það er það að sá aðili sem er að fara að sjá með það fyrir okkur, þeir segja að við þurfum að vera klár með gámaplan sem getur þjónustað þessu svæði áður en við förum að afhenda tunnur heim á svæðin. Þannig að það er verkefni næsta vors að klára gámaplanið og svo koma tunnundar. En innleiðingin hún byrjar núna í vetur, þannig að við förum að taka höndur saman um að koma huganum í rétt ástand. Fráveita, það var haldin ráðstefna fráveitu hér af þessu félagi síðasta vetur og við höfum verið að vinna að fráveitumálum og fyrst höfum við tekið raun og veru Reykjahlíðarþorp og erum að skilgreina hvað þar. Og það var gert í samræðu við Umhverfisstofnun, af því að það er fyrsta skrefið, taka þéttbýlið og svo förum við út í eins og segir dreifbýlið. Ég fekk akkurat núna bara rétt fyrir helgina að fengum við tillögurnar frá verkfræðistofunni og þetta er náttúrulega, það er engar smá tölur í þessu. Við erum að tala um að fráveita í Reykjahlíðarþorpi, hún kostar 160 milljónir. Og ef við yfirferðum þetta á allt sveitarfélagið, þá erum við að tala um cirka hálfan milljarð sem við ætlum að setja í að hreinsa fráveitunar. Og það er ekkert launungamal með það að við vinnum eftir einu prinsip í þessu. Við ætlum að fá þetta í gegn. Þetta var að gerast á vonandi svona innan við 5 ára kafla, en við ætlum alls ekki að borga þetta sjálf. Við ætlum að láta ríkið borga þetta. Þannig að það er markmið og við höfum verið mikið í samræði við þingmenn og embættisfólk og ótrúlega satt, hljómgrunn er góður. Þannig að þetta er okkar markmið, svo þið viti bara nákvæmlega hvað við ætlum okkur. Svo verður bara komið ljós hvort við texta þenn, en þetta er góður markmið. Skipulag, það er aðalskipulag hérna í sveitinni og það er búið að vinna talsvert deilskipulagum. Sveitarfélagið sjálft hefur náttúrulega ekki yfir neina ráða nema bara kassanum sem þorpið er í og svo hefur við reyndar yfir höfðaráða. Og þar er búið að útfæra skipulagið í þorpinu, bæta við götu og heilbrigð þar, svo er að koma heilsugæsluaðurinn líka í nýjan stað. Við erum að byrja aftur á skipulaginu í kringum reitin þar sem er þjónustukjarninn. Það er búið að mæla og kortleggja hellin okkar, hvað heitir hann, Svifhús? Sauðahellir, já. Og Hvíthellir, þannig að nú er þetta að fara að vinna út frá þekktum punktum. Þannig að við erum í þeim fasa. Með Höfða, þá er Höfði svo merkilega fyrir okkur að sveitarfélagi, þetta er eina landi sem sveitarfélagi á og þetta er eina svæði sem sveitarfélagi getur sótt í sjóðinn úrbætur og ferðamannastöðum. Og sjóðurinn úrbætur og ferðamannastöðum, já, framkvæmdasjóðurinn, þetta er eini staðinn í Mývatnssveit sem sveitarfélagi getur sem sjálft sótt styrki í. Og við höfum verið að ræða það að þar þurfum við að koma meira að
klósettmálum og svo uppbyggingu stíga og annað. Þannig að þetta svona smá hjartað okkar. Tengt þessu þá hefur mikið umræða verið með hjóla- og göngustíga þar á vatninu og ég hef ósjaldan fengið á mig í sumar, það ekki eins og náttúrulega að hjóla hérna frá heimafólkinu en því það sé svo mikil umferð. Þarna verkefni sem búið að vinna forvinnu og við höfum verið að ræða við ýmsa hvernig við eigum að nálgast það verkefni. Eins og það í núna þá sannlega mest mikilvægast fyrir okkur það að koma því í áætlunarferli, hvað við viljum, hvernig við viljum það sé gert og svo komist það inn í þessar áætlanir sem við erum að gera núna á landsvísu og það eins með þetta eins og fráveituna, þetta mætir góðan skilningi og menn fatta það alveg að það mikilvægt að geta komið svona meðfram vatninu án þess að vera endilega bara bíl og vera kannski þá einhvers staðar fyrir. Við höfum verið að undirbúa aðeins með merkingar, bæði merkingar þeir eru að koma inn í sveitina, bara velkomin í Mývatnssveit, þessar sveitafélagsmerkingar. Síðan hefur verið umræðin að reyna að koma á auknum merkingum niður í sveitinni þar segir hvað þú mátt, hvað þú mátt ekki og svona bara uppsingamerkingar. Eins og segja áðan, oft vill maður að hlutinni gangi bara svona en þetta svona mjakast áfram. Eitt af stóra málum okkar sem við lögðum upp með það var að fara í gegnum stefnumótun í ferðaþjónustu. Sú vinna hún hófst síðasta vetur. Við höfum haldið íbúafundi þar sem menn voru að ræða og koma fram með sín sjónarmið. Svo hefur verið svona samtal við aðeins inn í flæðageirann og vangaveltur hvað ætti að vera inn í þessu. Núna erum við komin á þann punkt að við erum komin að þessum pólitísku ákvörðun. Svona bara að við þurfum bara að ákveða það á bara að leyfa þetta mikið af þessu.